What up players? Jó. What up my players? Föstudagur. Það föstudagur. Það er ekki oft sem tökum við á föstudegi. Nei, þetta er allt mér að kenna. Ég sem sagt var í difflinni. Skiptir, þú veist, það er þetta Thank God It's Friday. Skiptir það máli fyrir ykkur í ykkar lífi að þessi föstudagur? Fattið þið hvað ég vil meina? Væntanlega er föstudagurinn vinsæll þegar Þetta er sími minn og ekki að stoppa þetta shit. Er calling my crib with the murder tone in his voice, man? Þetta er þetta er búin núna. Þetta var þú það veist, eina sem var að reyna. Föstudagur hefur væntanlega verið, eða þú veist, ekkit væntanlega, það er alltaf bara, þú veist, bara vikan er búin, helgin er framundan. Pizza í ofninum. Föstudagspetsan, alveg saman á því. Breytir það bara miklu fyrir ykkar líf, því að það var líka, þú veist, jólin í gamla dag voru meiri hátíðinir í dag, væntanlega, skiljið, það var ekki, hvað sagði Biggie Smalls, birthdays were the worst days, now we sip champagne like it's, no, though it's Thursday, eitthvað svo leis. Já, hann sagði eitthvað, við munum öll og ég maður líka, sko en þetta er alveg rétt, veist, og ef ég á vitni eitthvað nærtækara, sko helgar í græði og þessum eru mánudagar æði, skilur, það var ég aldrei sem sagði þetta og auðvitað, þú veist, ég líka lært að taka svolítið utan mánudag, það er þá sem ég kannski grilla, opna eina góða, skilur, þú veist, en þetta er allt hluti af svona nýja hugafærinu mínu, en já, föstudagar skipta máli, mér finnst mjög, og þú veist maður þarf að smíða helgina rétt, sko sama hvað maður er að gera og ég er alveg af leiðin í Bauhaus að kaupa crossfit og eitthvað að vesenast, sko en ég ætla samt að líða vel, ég er að gigga það er margt í gangi sem þarf að ræða ég vil hins vegar byrja því að ræða difflin. Ég var þar 2 tíma flug. Never been there. Frábær borg. 2 tíma flug. Frábær borg. Ég var samt virkilega að kveikja á Írlandi og ég kom með tvisvar til Dublinaður og ég hef líka keyrt út allt Írland. Ég virkilega kveikja á því leðu kemur út úr borginni. Það sem sveitin byrjar, sko, og þú veist þar búa þeir vel, sko, búa mjög vel þarna og en það sem ég langar að ræða við ykkur það er írski pubin. Stofnun. Þetta er sendiráð. Já. Af hverju er þetta ekki, sko, það náðu þessu eitthvað svo vel, sko, að þú veist, þú kemur inn á svona bar og þau eru að syngja þarna From to the land of the pure eitthvað, þú veist, þau eru með allt í gangi þarna og þú fyllist írsku þjóðstolti. Ég var, sko, að koma frá Alicante og ég var, sem sagt, gigga þar á okkur sem heitir La Finca sem er eitthvað svona golfresort, heitir Tony Cruz í lauginni. Já. Og sá sólin á það mynda sem með honum. Já, ég sá, og það var bara geggjað. Síðast daginn, þá, þú veist, var ég að fara að fljúga á miðnætti heim, sem er fyndið tími. Það var svona Red Eye. Red Eye, sko. En ég fór og hitti Sóla Hólm og Viktoríu konunans síðast daginn og við tókum dagdrykkið mitt á Mickey's Pub. Ég bað Uberin bara Mickey's Pub fyrir okkar. Og þar, ég var að hugsa, skilur, þú veist, þú getur keypt svona írska bari bara í einhverjum pakka, bara einingastæð. Já, farið panelana með og Ærismann og allir þessi staðinir í bæ eru bara einhverjum pakkadílar utan á O'Leary's, sem var í Smáralind. Já, það er á flugvöllum, sko. Já. Og það var bara, þú veist, það var ekki 2-3 kaldir sem riðast á mér, það voru svona 17 sem riðast á mig. Það voru hópslagsmál. Það voru hópslagsmál og ég var satt mjög góður randi, mikið hlegið, mikið eftirhermum og bara frábær dagur. Sko, en þetta er það sem ég er að segja, þessir írsku pubbarinn á Íslandi, þetta eru svona túristahólur. Erum við ekki samlega það? Jú. Og mér á einum írskum pub niður í bæ er hægt að fá pulsu. Er það? Já. Hvaða staðar það? Þannig staðurinn það sem Subway var. Ég veistu þetta? Já, Drunk Rabbit. Þeir sjóða handaði, þeir látaði að fá einum að remulaða, sko. Og bara, þú veist, og það er pulsu lykt að inni, sko. Sko, mér finnst bara þess að, til dæmis, Ærismann, mér finnst að vera svona, ég trúi þessi staði svona 100 ára gamall, sko. Já, algjörlega. Og ég hef verið að fara á þetta, þeir voru opnað lítið útibú líka. Hver er staðarbúnaðurinn á svona stöðum? Það er svona, einhvers konar við eig og það má vera fake eig. Það er jarlitir, hobbitastemning, svo ertu komin í jafnvel hurlingkylfur, eitthvað memorabilia úr Irish football Annað sem finnst mér það verða að vera svona litlar tröppur niður í klósettin sem eru og helst svona stál svona pissuskála, svona ein stól
Pissulyktin á klósitinu alltaf standa, ég meira að tala síðan eitthvað búálfa fílarna, það eru crisps, þú veist, en síðan þegar þú kemur til Írlands, þá náttúrulega allir að servera mat líka og hann frekar góður matur. Pubmatur, sko, en ég bara segja það, þessi staðir, þetta eru það sem kynslóður koma saman, það sem starfstjættir koma saman, það er allir jafnir inn á írskum pub, einhvern veginn, og ég að segja, þú veist, okkur opnum við ekki írskan pub bara hérna, hvað heitir þetta? Miðbær. Það sem ég var að kaupa mér eitthvað jógúrt og hann Moselsbakari, bara BF írsku pub þarna, bara eitthvað hörlingdrasl og eitthvað svona svartkvíta mynd. Mér er svona skóskan pub. það er vilsið. Það eru eitthvað staðir sem þú skallaðir á. Nei, ég menna, það var ekki sér trainspotting staðinni sem þú vart að hanga á. Ég fann bara eitthvað, ég horfði á þessu mynd og ég fann bara eitthvað svona lykt inni á þessu stað, bara eitthvað svona. Það var eitthvað að segja mömmas að fokka sig á svona hann var í dópisti. En finnst þér írski pubbar vera öðruvísi á Írlandi, Dóri? Já, og þú veist, sérstaklega í Temple. Algjörlega, þetta er alveg einstök upplifun, sko. Þú hefur komið þarna, á Dublin sko, bara óðarn í kring. Ég fór í jómfrúarflug Wow Air. Varst þú þar? Já, ég með að bóði með í það og þá vorum við eitthvað svona, fá eitthvað svona túrista upplifun af Dublin og nær umhverfinu og sveitirnar í kringur geggjaðar og svo eiginlega skemmtilegsta sem við gerum, við fórum á svona hundahlaup. Já, Derby. Já, það var mjög gaman. Það var mjög gaman. Skúli Mósinu bara ok, jómfrúarflug, Dublin, byrjuðu fyrst það, KJ. En það ekki að, sko, nei, og Temple Bar þetta skrúast upp, þú veist, þú getur farið þar bara í hádeginu, það voru bara böddar að borða pizzur og bara verið að dæla út Guinnessum og verið að syngja The Land Ever Pure, sko. En við fórum líka á eitt svona a real thing, Johnny Fox, þú veist, ég bara held að Gorbachev hafi fengið sem pyntu þarna, sko, og alls konar og Joe Biden náttúrulega tengist sko einhverju staðna réttur utan líka við fengum að vita það allt sko kanar elska þetta sko kanar elska Það Six Pack Joe eða? Já en já, mér fannst auðvitað stemningi vera ósviknar þar en ég bara segja að í staðin fyrir að opna eitthvað drykkjarhornið hérna og vera að höggva í ykkur knérur sem enginn kannast við það bara að fara í írsku knérun það vilja allir vera þarna Cork's finest Mér ást fyndi hérna tala svona bari og svona reyna að fanga eitthvað svona þemu Loxins, original Loxins barinn munið þetta og fyrst bara Loxins barinn hann er búin að breytast þess núna Já Það átti að vera eitthvað svona Hjalti Karlsson sem hann var þessar dósi líka úr RFK. Hann og Haffi, vinur minn, þeir voru eitthvað saman í að hanna, þetta eitthvað svona samsöða eitthvað íslenskum bar, skilur hvað, og það var svona alls konar bullshit, svona artan uppi og þetta var alveg svona eitthvað pæling að vera, held ég, að vera með svona íslenskan bar eins og írskan bar, skilur hvað. Kannski hefnast ekki, en nefnast þessi Loxins original bar vera svona íslenski bar í einhver pakkadíl, sko. Já, það var það og þeir kunna bara ekki að trýta mann í þessari flugum ég alveg sama hvað ég reyna þau geta það ekki en ég man einhvern tíma þá var ég að fara með Haffa sem hannaði staðinn og vorum bara að byrja að ferða og fór til New York og komum við gauð sem var hvað segist það hérna segja komum bara ekki nú með það að þessi staður sé lélegur þá er hann líka ógeðslega ljótur sko. og ég bara tók Haffa þetta bara slaka á með pakka á hann saman sko. En ég vil líka tala hérna loungeið ég fór í loungeið Fate Lounge veistu það, ef ég væri forstjóri Icelandair, ég myndi láta banna það í loungeið hvernig er finnur frílótir þar sko, fyrsta lagi þarf ég að borga fyrir kortin okay, en ég er ekki svona, ég ætla að fá fyrir peningin það voru gaurandi ekki sem voru að fá fyrir peningin voru kennarar nýbúnir hérna bara daginn eftir það voru þeir bara komnir og þeir voru sko 2 þeirra voru í ensku treyjunni og 3 þeirra voru í sænsku treyjunni blindfullir á leiðin til Spánar það síðast sem ég myndi gera og ég er ekki að tala um svona eitt að í síðasta top 10 ég er að tala um það síðasta sem ég myndi gera var að ferðast í ensku landstreyjunni en þeir voru meistarar og sjarta þá og síðan voru ég bara, þú veist, en ég frílótið þar ég ætla ekki að wacka og verið maturinn var ekki, nei, maturinn er bara einhver ekki að hræra á, þú veist, einhverja fucking kleinurringi sem eru hitaðar upp, skilur þetta er bake-off system, sko situation, sko síðan fæ ég mér alltaf Baileys ég drekk aldrei Baileys, en ég fæ mér alltaf Baileys bara, finnst það bara ekki að væpa það, sko ég tók svakalegt kombo í leiðinni heimingja, sko ég fekk keypti
svo 2 tíma flug og við átt, þú veist, þegar vagninn var komin að okkur þá vorum við basically byrjaðar að lækka flugið sko. og hérna og Steinþór var búin að vera náttúrulega í hjartastoppi við hliðina og var Það kannski að það komið fram að þið Steindir voru að taka upp þætti í Dublin í Dublin og það var sko líka sko ég óttaðist í eitt augnablik að Guð væri ekki með okkur í ferðinni því að það var golfferð þjóðmála var í bæði á leiðin út og leiðin heim og ég hugsaði bara eitthvað Var bara þeir að var hópur fólki það var hópur af fólki þeir eru með power, þú veist ég að segja það ef þeir var að lenda í bífi það eru 80 mann sem myndu mæta að bakka á þau þú veist strax og örgulega á þúsundum en ég sá að þeir eru með mjög ríl gengi þarna fyrir aftan sig og þeir voru í miklu stuði en ég hugsaði já þú veist sumir myndu alveg svona segja ljóta hluti ef allavega, ég hugsaði bara að þú veist, ég signaði mig, það var það sem ég gerði og svo Turbly, appið nei, það er einn með fylgist með þessu fyrir mig ég er með mann sem fylgist með þessu fyrir mig shit já, en já, bara ég einu sinni var ég að fara til Marrakech að DJ og saman tíma var með golfferð Dr. Fútból þar sko það var væp sko, Hjörvar kom bara sá mig einan, bara blessaði, hvert að vara Marrakech, já þetta var í ferðina hann held sko ég var einn var í ferðina og gett glaður í svona 5 sekundum já, það var algjört hæf en sko þegar við förum Universal ferðina beðhæfið sko ég hef búin lýst fyrir þetta var ég sagði alltaf sko Kjarri verður ferskur Dóri verður farin eftir 3 tíma því að það verða sko fólki sem mæta þarna verða einhverjir old pals en það munu einhverjir mad weirdos mæta líka sem munu fríka Dóra the fuck out sko ég læt fríka mút en bara ætla að segja frá komboðu sem ég tók þegar ég pantaði loksins ég tók Rum and Coke chili núðlur og Twix og veitu hvernig Dóri Special og veitu, ég sagði þeim að þið mættu selja þetta undir nafni Dóri Special og það líka segja frá því hvernig ég borðaði þetta ég fekk Rum and Coke Coke úti, átti hálfa Coke eftir það forréttur, Rum and Coke aðalréttur, chili núðlur og þær voru að sjatna og meðan ég tók Rum and Coke og svo var eftirréttur í Twixir sko. Þú átti smá Coke dreitil til með núðlum til að svala chiliinu sko, þetta var stillt sko. En við þurfum að fara að skipuleggja þessa ferð já, sko þú ekki farið í Universal nei ég hef bara verið rosalega lítið í Ameríku Hefur þú farið í Universal? Já ég fór hérna í Jaws-tæki og hann Earthquake Simulator sem veist því hvað ég er að tala Ég sé danna fyrir Hefur ekki farið? Verðum að loka til hrettur í þessu? Já, þetta er Terminator 2 Já, það er þetta búið að loka báðum Ég er að hryggjaði því Á það, Jaws-tæki, ekki það muni ekki að, það er að gæin hafa ekki sem inn í mólverð Hákarl að koma, þú ert ykkur bá Byggjinar í Jaws-tækinu Jaws-tæki ekki það, Earthquake Simulator þá lappar í svona fake Subway í New York og það er bara, sem ert þarna að upplifa flóð ég hef séð myndbönd af þessu netinu, þetta er svo frækt tæki síðan þetta Terminator 2 hérna 3D dæmið Já, þetta er, sko, við þurfum þetta verður að verða að veruleika og svo náttúrulega er hérna Big Noid, býr í Tampa Já, Fúli sem þú kallar hann, þess að hann heitir og sem þið vinir hans kallið hann þannig að við myndum reyna að fá hann til að gigga Já, þú veist, hann var nettur sko, en þú veist menn eru colleagues creeping, he ain't even give you your number sko, eins og NASA sko, in either sko, en ég held sko, þú veist, ég er svona 50-50 að annarkvort er það ógeðslega glaður að sjá mig eða bara svona, að myndi ekki muni eftir þessi menn Já, það er gaman að hitta ísbyrni á Íslandi en þeir eru konur til Flórida Ég held að þeir eru hrætt Já, ég held en þú veist, að því líka Þú var að mæta með einhverja 50 40 angst og 10 weirdos Þegar ég var komin í mesta mannina fyrir þessi ferð og hérna Það sem búin að fá okkur tilbúið Já, þú veist, já, byrjar að shop around sko. og þá var hugmyndin að Fúli myndi koma og rappa í sundleginni hjá öllum sko. Ekki, þú veist, þessi Mobb Deep lög Hann er bara þannig, er ekki? Þeir voru bara rappað allan tíman Þeir voru rappað allan tíman og þeir voru, þú veist, þeir voru fínir sko. bara en þú veist, LES líka, þú veist þeir fínir góra, sko þú veist, ándjóks og ekki, þú veist, vanlega er þessi góra bara eitthvað, þú veist Þetta er ekki einu svona aðal mennindi sem þeir eru að tala um þetta er eins og við varum að tala um sko, Woo Army hérna affiliate sko. Killa Woo og eitthvað svona góra sko. Herri, ok, nú kemur ein spurning til ykkar og
og ég held að við sko ættum að ég ætla að biðja ykkur um að halda í ykkur aðeins þú veist, af því að það fólk að fara að gera þetta og það má ekki gera lítið úr þeirra upplifun, en þið að fara á Kaleo-tónleikana? Nei, ég ekki að fara. Akkur ekki? Ég bara einhvern veginn það registeraði ekki hjá mér einhvern veginn, eða þú veist, ég vissi að það voru en ekki alveg nákvæmlega hvenar Sammála, þetta fór ekki inn á svona actionsvið. Já, ég vissi að það var eitthvað og það því sumar og svo einhvern veginn bara sumari komið. En þú, Danni, þú ert samt típan að ég vera að fara að DJ ykkur fyrirpartí fyrir svo tónleika einhvern veginn í rútu á leiðinni til Þingvalla. Ég bara að fara að DJ ykkur ferðsamli, sko. Ég að fara að DJ 2 ferðsamlum, 1 tvöföldu og 1 einföldu, sko. Veitu, hvernig getur verið þar alls þar? Ég hef tweetbókað mig vart, en ég að fixa þetta, ég að læra smooth it around. Ég búin að vera í fucking Haniki, ég vaknaði, ég vaknaði í morgun og sagði, djúvildu fucking heimskur maður. Já, það var bara, ég settaði óvart á dag, ég reddi þessu, skilur. Ég geri þetta bara daglega, ég alltaf í ykkur vissinni. Er þetta kvíðavaldandi? Já, aðalega bara svona, ég redda þessu, skilur, en þetta ekkert flóknari mistök, en ég fæ bókun seta hann á 19 stað fyrir 20 segja bara marinn stað og ég bara mjög fegin að ég ekki tjekka á þessu bara á laugardaginn, skilur það var alveg vesend, þá verður þú að DJ það, sko. Akkurat. Ég var enda geggjaður, ég myndi spila mikið MOP en ég bara segja það, ég ætla allavega að giska á það að þarna muni hinn íslenska sumarkona sem sagt að frá í Gíslamartinni þarna mun mögulega toppa sig. Já, en erum við að tala sko, því að áður en, þú veist, var það ekki Bergli Festival sem svona byrja konaði þetta, en þetta þá orðnar, þú veist, það orðnar svona, vinur sumarkonur að gera grín Nei, ég held að það sé Getur útskýrt fyrir svona sumarkonan var svona ákveðin típa sem svona, hún poppaði svolítið off í COVID, minnum mig að svona upp úr COVID að þá voru svona íslenska sumarkonur, það voru með hatta, voru með Farmers Market, stígvélum jafnvel, það alltaf fucking geðveitt gaman hérna, það skellihlægjandi, það ferðast í hópum, fara í lagsveðar, það elska activity, sko en það einhvern veginn, þú veist, þetta var bara típa sem var orðin til hana og hún náði utan hana og ég held að þessi típa sé einlægt að fara að mæta þarna morgun og ég held að séu gaurar að fara sem að kallast ég myndi halda að það séu svona þessar masculine but fancy verslanir, skilur Andrá, Herrafættaverslun Kormáks og Skjaldar, þú veist, jafnvel Guðsteinn, það sem ég held að menn sé að fara í dress fyrir þetta, sko, svona, og vilji vera svolítið svona íslenski sumarmaðurinn, þú veist, vilji ekki mæta þarna í einmitt enskur landsliðstreyjunni og einhverjum umbró stuttbuxum sem fara líka í bumbubolti, þú veist, menn vilja mæta þarna lítandi út eins og þau séu útivistamenn, en líka sælkerar og nautnaseggir. Ég að ná utan það, sko. En ekki lúkið svona fasanaveiðar? Jú, hjá sumum, þetta náttúrulega tjáning eins og þú veist hvað tísku kerri, sumir myndu tjá þetta á svona breskan hefðarmáta, ég held líka að svona Joe Rogan, Texas, Rifle Coffee, ég held að Yellowstone sé major tísku influencer hjá öllum kallmönnum núna, það eru, þú veist, kúrika lúkkið, þú bara sleppir hattinum, ert bara einhverjum þröngum jeans, dúnu vesti einhvern veginn og líður hefi vel hann, sko. Ég held að við sjáum mikið af þessu, síðan er fólk eitthvað að gaggrina það þeir séu bara ekki komið nesti og garðyrkjustóla. Hey bro, þessi gaurar eru búin að fucking stúka af Þingvöll. Þú veist, akkur ættu þeir ekki að reyna að nýta tækifærið og selja þér eitthvað shit. Nei, ég meina, Túkæs á staðnum, sko. Já, segi það nú. Á Hjalti Túkæs bara vera að steikja eitt bygg gangarna og sjá sér bara hvað fólk að geta sannleikum í kæfu. Ég bara skil ekki, maður að fara á tónleika, sko. Já. Og mæta með nesti það á að vera útilegu stemning og fólk fekk eitthvað teist af þessu á Akureyri. Nei, ég bara réttist eitthvað saga hérna, vinur minn fór á Skönka Nancy tónleika í 9. bekk eða eitthvað. Og tók hann nesti? Nei, hann sagði að 3 gælur með nest út í hotni, það var bara mest fucking joke, bara með samlóku, sko. Já, og núna er fólk reitt af því að færi ekki að taka nesti. Ok, en lið að borða samlóku á Skönka Nancy tónleikunum. Og líka, einhvern vinur á stann þeir voru innan hús, eða ekki? Já, þetta var í höllinni, sko. Já, Kaplakrekar líka voru eins og Skönka Nancy. Talað sumarið, maður, sumarkaffi, maður, það eru 9 bollandir, the new shit. Já, þetta kemur mann í stuð. Við erum búin með eitt svona. Varst ekki gæinn sem var alltaf diss okkur í comments en að við færum að fake-sippa? Já.
og hérna nú Ég er að taka síðasta sopann hérna, síðustu dropann. og hérna bara suma kaffið, tegukaffi BF kóðinn 20% af Ég mæli með að þeir sem eiga espressovélar sé að taka premium línuna sérstaklega kólumbíska verðlaunarkaffið mér finnst það alveg sumarlega með okkar en hins vegar get ég sagt frá því að ég var að borða hjá Renegade daginn miklum og hann tók sumarkaffið og gerði espresso úr því og það var bara mjög gott Hvað varst að borða? Ég var að borða pasta alla ragu það var Snorri Helga Það er svoleiðis The Renegade Það er svoleiðis En tegukaffi Tegukaffi og standaði bakið á okkur og nýju bollandir Annars sem er fyrirtæki sem ykkur, Mosi gín og þetta er gín sem er út í náttúrunni, í tunnum maður þarf að skyggnast undir yfirborði til að finna þær og þá langar maður að skyggnast aðeins undir yfirborði með Mosagín spyrja ykkur því, vorum að ræða eins að vera tvíbókaðir og skemmtanabransan hvernig líf sem íslenska gig economíinu virkar Ég og Danni erum náttúrulega veterans við erum búin að vera að gigga síðan við vorum 16 ára sko. og hérna og veistu hvað, það eina sem þú lærir á því þessum bransa er þú veist, þú ferð að panika minna þegar það er lítið að gera af því þú veist núna bara ef það er mikið að gera hjá þér þá verður lítið að gera eftir smá þú veist, af því þannig bara virkar þetta og það þarf að kæla það aðeins og svo kemur aftur einhvern veginn en ég meina þú veist, Danni er ég ætla að lega Danna að tala fyrir sig en eins og fyrir mig veist, ég get verið með veislustjórn á föstudegi og laugardegi og veislustjórnin á föstudegi er kannski þannig að það voru 2 fundir með einhver skemmtinemnd fyrir það sem bara verið að tala um einhverja uppröðun og dagskrá og ég er bara eitthvað svona já, það er alltaf gott að eitthvað bara svona að segja þú veist, að reyna bara eins og ég sé á fundi hjá hérna umboðsmanni Alþingi skilur að reyna að hljóma gáfulega og svo mætir á dæmið og þá er kannski bara einhver hérna þvílíkur svona viðburðahaldari bara sena er að halda þetta og þú fær bara dagskrá hennar og sestu hérna og hérna bara nammi fyrir því baksviðs og Friðrik Dór kemur í draugnablik og þau getur spjalla saman og þú sér bara, þú kemur inn 8:51 og tekur 10 mínútur uppistand og kynnir þetta og svo ég er bara að bíða það inn og bara sækja mig og handleiði mig upp á svið skilur og ég er bara, já, heyrðu, hvað er málið með flugvélamat hann er alveg óspennandi með og fyrir auðvitað núðlurnar, Twixið og Rami Gók en hérna en svo kannski daginn eftir mætiru og það er bara fólk sem þurfti engan fund sko sem er litt geggjað og það er bara inn í einhverju mjög litlum sal og það er bara 25 manna ársöti maður er bara, já, bara fyrirtæki að vinna 20 mannsina að vinna 12 mannsina og allir tóku makan og svo dóttir hans líka eigandans líka hérna og maður er bara, já, og er eitthvað dagskrá? Nei, það er engin dagskrá sko og hérna maður er bara, já, ok og ég bara stýri þessu eitthvað neginn og þú veist, og þá þarfstu bara að búa til dagskrá á staðnum, þú veist, ég er bara, ok, ég tek Mosó ég er bara að hlaupa út í bíl og sækja vínflösku ég er að láta gervigreindin að gera fyrir mig hérna spurningalist pubquiz hérna veist, og ég er einhvern veginn að díla við eldhúsið hvernig maturinn kemur fram og ding, ég er að hugsa ofnæmi og eitthvað og þegar ég kem heim úr svona gigi þá er ég bara, já, þú varst að vinna í kvöld þú verður svona framkvæmdastjóri veislunar og ábyrgðarmaður einhvern veginn smá sko og eins með Danni, menna, þú hefur lendið að þurfa að spila bara þú veist, þú hefur rocka prikið með nýjastu tónunum en ég minn í gær varstu bara að spila Celine Dion ég tók Celine Dion sko og hérna Celine Dion gig ég tók Leanne Rimes sko ég bara Shania Twain bara It Don't og það var gett þetta var on fire þetta var hérna að vísa með svona eitthvað gellu öskur syngja kvöld sko og hérna hvað er Leanne Rimes? Þetta var hérna já, byrju fattar hvað lag þetta var en hérna in the moonlight en það var með respekt en ég ætla hérna að tala ég ætla að koma inn á þessu sögu var þetta ekki Coyote Ugly? Jú, ég ætla að koma inn á sögu en ég ætla að byrja að tala um G-Shock og klukkuna við erum að rocka það er bara hannig boom það er bara hannig hvað klukkan slæðir og ég er búin að taka eftir því að fólk er svona að byggja já, G-Shock, það er málið núna þið eru að rocka það, skilur þannig að hérna klukkan á 4 stöðum þið getur farið á síðuna við erum að fara með kóðaða bráðum þeir veit ekki að ég er rocka þeir eru með, þú veist, Casio Vintage, þeir eru með þetta nýja þetta gamla og líka það, þú veist, bara
alls konar úr, tjekkið á þessu. Það eru með Casio Edifice úrin líka sem eru. Já, ég ætla að segja að sögum tengis klukkum og þessu ekki, sko, í gær. Ok, spólum tilbaka. Þú vaknar í gær. Ok, og sunnudaginn reyðast á mig alveg nokkra flöskur á kampaðinni. Á hérna... Sjáðu hvað, föstudagsspurningi mín meikaði mikinn sens. Föstudag skipta danna litlu máli. Það er alltaf föstari. Ég var í garðveislu hjá Hafhjónunum og það var bara gaman og bara ekki gaman bara skilur þið, og það var ekkert þetta var ekkert óregla, þetta var bara mjög gaman, maður var bara fá pulsur, fá köku og bara frílót sko, spila fótbolta og síðan höldum við bara, það fara allir heim og ég og Kardas, við horfum á Ghana-leikinn sem ég verð að horfa á. Þittlið, ok, erum þar klukka var 11, ég fer að sofa svona kannski 2. Bara, ég var ekkert eitthvað í blackouti, sko, ég var bara reyðast nokkur kaldir, skilur, og ég fer í gestaherbergi og gisti hjá þeim, eins og maður gerir. Herru, síðan vaknaði ég Meiri inn í kötturinn. og giggi daginn eftir var klokkan 5 daginn bæði, sko. Þannig ég mæti á kannski 4, Gunnar og Kjarval. Nefnir ég vakna, engin heima, síminn dauður og maður veit ekki hvað klukkan það var bara svona, ég gæti verið sólin sé að rísa, það gæti líka verið að sólin sé að setjast. Og ég bara, hvað er klukkan? Hvað er klukkan? Þannig ég finn eitthvað klukku, skilur. Nefnir ég sé eldavélina, stendur bara 18:31 og ég bara, ég er búin að sofa yfir mig til 6:30 kvöldið. Ég er mesti aumingi, Ástríður og Vís, fyrir neðan með einhverja 40 öskusyngjandi, 100 öskusyngjandi gellur og ég bara, hvað á ég að segja? Og ég segi, getur ekki sagt að þú svo yfir þig, þú er bara að segja, ég lendi bílþis. og ég bara panika. Finn ég klukku á espresso-villan saman. Það var klukkan að vera 8 morgunin, sko. Já, það. Já, bara eitthvað. En í svona 90 sekundur þá hélt ég sofi yfir mig 6:30 kvöldið í einhverju bara úrlingasettið og síminn dó og ég þarf að flytja það. Já. Bara þetta ekki potið, það ringi í mig, sko. Bara út, sko. Hvert myndir þú fara? Ef þú væri svona að save your life? Það er ekki klassik að fara bara sem allir gera sem við skítum á bak, hvað er til köpun? Við Stínu bara, skilur ég þetta? Með grænlendingunum? Nei, ég held í alveg tala, ég soði mig og ég var búin að skíta á bak. En hvar var G-Shockin hann? Herðu, sko, ég var með úr sem ég var svona að teka upp á þjóðatíðadaginn, sko, sem var vittlust. Þannig að, skilur, bara, og þarna, moral of the story is, vertu með alvöru G-Shock svona, þá hef ég ekki þurft að halda í 1,5 mínútu að ég væri bara, það var bara meðferð, sko. Já. Það var bara fucking meðferð, sko. Ég skammaðist mér svo fucking mikið, þið trúið ekki, sko. Ég sé þetta svo mikið fyrir mig. Danni, ofsakvíða. Líka bara step your fucking game og verðum. Eru þið típist að þið séu báðir með einhverja eldavélar sem vitlaus klukka á? Nei, ég er með allt rétt hana. Ég get ekki lifað svona. Þetta væri búið klukkunar þess að G-Shock, verður með G-Shock. Sko, einu sinni þá fórum við á Lunga. Ég og stór hópur af liðis, ég ætla bara ekki að nafngreina núna og og það var bara svona í mann stemningin á leiðina, það var 9 tíma akstur bara á Seyðisfjörð og jeppanum með mömmu og pappa og þetta var geðveikt, sko. Ferðin tilbaka á mánudagsmótinum eftir Lunga og maðurinn sem satt í framsendinu, hann hvíslaði svona bara í bringuna sér alla leiðina, þetta er meðferð, sko, þetta er bara meðferð, sko. Og það var ekki gaman að keyra í þessari stemningu í 9 tíma, sko. Sko, ég á einu sögu, ég keyrði ég var DJ í brúkuminni á Snorra Másinni. Já. Og Alþingismannunum Knáa. Alþingismannunum Knáa og skeitara, gamlu skeitara. Já. Var hann skeitari? Já. Grimmu skeitari var. Og hann var að taka einhver release til styrtar, miðflokkurinn heldur með skeiturum, það er nýtt en við erum ennþá að velta það byrjar, sko, ég kem að laugardeginum, þetta var á Siglufirði, nema deginum áður, þá var Lil Binni að fara í brúðkaup á giganum og keyra á Siglufjörð. Þetta kom í fréttum allt, sko. Þetta var á fyrir ekki að keyra á Seyðisfjörð, var á Siglufirði. Hann átti að keyra á Siglufjörð, keyrði á Seyðisfjörð og hann bara fattaði, já, ok, þú veist, meistari Lil Binni, mad respect og en síðan endar það eitthvað það við hann kemur og við erum ég með klöpparunum í húsi, sko, og ég gigga og síðan einhvern veginn enda með það ég keyri hann heim frá Siglufirði, sko,
nema sko það gett langt og þetta byrjaði að við vorum að freestyle í hálftíma herru, sé bara sopnar hann herru, og ég bara svona ok og sem maður gerir, þú veist, maður vanlega þú veist, ef einhver keir þá ertu bara svona haldunum bara sem ég metur henni, þegar Lil Binni ekki klöparinn jú, þetta er klöparinn, Jú, klöpparinn. já. Og en hann vakna samt í staðaskóla og ég bara eitthvað ok og ég hann eitthvað, þú veist Fáðu pulsu en hann kemur svona 18 hluti ég er bara, hei, ég þurf að borga þetta fyrir mig síminn minn er dauð þannig ég borga, hann sé að fyrir áttur og svo þetta var gott frístarlandin fyrst og síðan áttu ykkur tjatt á maður þegar að Flatus Lifir kom og svona toppmaður, vinur mín ég íhugaði hérna einu sinni meðferð þegar ég var svona 22 Dýrka hvað við erum konur í góða real unk beigir hérna sko þá ég var hérna bjó ennþá þú veist var ég einhvern veginn bjó ég hjá mömmu og pappa svona hálfparti MOP, mamma og pappi MOP og hérna þau voru hérna minnið þegar þau voru hérna í Ásholti hérna efsta Laugavegi og ég hérna vakna fann að ég var í ókunnu rúmi eftir eitthvað jam og þú veist, ég er svona einhvern veginn hafi verið það einhvern veginn illa haldnir þegar þið vaknið að því ég er með að opna augun maður bara svona einhvern veginn ég gert ímislegt en ekki ég vaknaði alltaf bara svona en ég finn semst að það er gafl og ég er bara svona ok og er svona einhvern veginn hálfsofandi og bara ok, ég er ekki í mínu rúmi og svo svona fálma ég eitthvað út og finn gott að þú hefur gert þetta alveg á þreifiskinn líka og svona finna það einhver í rúminu og held svona einhvern veginn áfram finn skegg svona rót og opna bara augun og þá var það pabbi og þá hafði ég sérst komið heim og lagst upp á milli mamma og pappa sko. 22 ára og mamma fór bara fram í sófa fór ekki í mitt rúm með einhverju hún er bara ekkert fara að sofa aftur og þarna, þú veist, það var svona stemmingin svona jæja, hvað ætlar að gera núna en svo náði ég einhvern veginn að vinna að buga á þessu en shamið sem ég fann við að vakna upp í rúmi á mömmu og pappa er það mesta sem ég fundi á því segðu bara, hei, ég var með MOP en hérna, ég ætla að ná gin fyrir ykkur haldi ára meira gin, við erum með gin það ætla að leiða að smakka ok, feðgin hérna, ég aftur á móti held ég hafi tekið út óðstjórnina á réttu tíðanbili hætti bara hvernig leið og kom bad það var bara fínt og hérna en ég man bara hvernig maður drakk sérstaklega þegar maður var úlingur 22 maður var bara maður var bara að biðja ykkur að kalla með hatta í kringlunni bara gætur farið inn og keypt einn Korsken korfa og 6 Heineken bara það er akkurat skammturinn minn þetta gæti ég drukkið og orðið alveg eins og hestur bara hérna það var elefant bjórinn var vinsæll því að hann var sterkastur sko við höfum rætt þetta sko herru, talandi um að ræða sömu hlutina tvisvar það var eitt atriði í þættinum sem Steinþór erum að ræða eitthvað og leikstjórinn þarf að stoppa þetta og við vorum sko að ræða bara í alvöru þetta að segja satt og hann bara strákar þið tóku sömu umræður með sömu setningum í fyrstu seríu og við bara, ég bara, nei, ég er að segja þetta og heyra þetta í fyrst skipti hann þurfti að ná í upptökur og sína okkur og þetta var bara orðrétt það sem við vorum að ræða og við vorum bara, ok hérna erum, tjekkum á þessu mósikinn við vorum að tala með það hann segja þetta aftur, live taste test þetta er í hérna Chardonnay, það finnst mjög mikið og hvað er þetta? Eldfell þetta er Mosi Gin is aged open skies þetta heldur bara ungum maður kannski verður bara mjög svona gamlar kaupi ríkinu sögur í tengslu við Mosi Gin ég ætla að segja ykkur eina eins og var ég með Erp einhvers staðar í Vestmannaeyjum ég var svona 18 ára býði Erpsan að fara ríki fyrir mig hvað hann er hagsít sko býði hann að kaupa eplasnafs sem veit ekki þegar maður var að byrja að drekka hvað maður var, þú veist, eitthvað svona að reyna að maska þetta, þú veist, áfengisbragð Erp kemur, það var bara 1 eplasnafs ég veit alveg hvaða flösku Erp kemur tilbaka spara hann eitthvað 100 kall veist eitthvað nýtt erslan sem ég hef aldrei séð bara eitthvað plástur í hinnu shit sko, hann bara var að spara fyrir mína hönd ég ránaði með hann sko ég á sögur sko, ég líka sko, að ég hafi endað svona eins og ég endaði í dag
ég var alveg að gæla við það frá því ég var ungur að gerast servitringur sko. Og svona þú veist, þannig sé byrja að gangi í frökkum svona 17 ára og svona vera svolítið svona kall og þegar ég er svona, já af virðingu við börnum mín ætla ég ekki að segja neitt aldur núna en allavega ekki með aldur hvorki til þess að eitthvað nefnd að fara fyrir mig í ríki sem ég þekkti en ég var bara að spyrja ókunnuna þá var ég búin að býta þeim með að drekka ágæti sem var 47% Álaborgar ágæti bara svo íslensk brennivín, bara kúmenbrennivín sko. Og við þurftum að biðja oft bara 12 gaura þeir voru bara nei, ég kaup ekki ágæti fyrir einhver bara einhver tveir bólugráni bara, getur þú farið inn og keypt eina flöska ágæti svo sé fokkin óknytta drengir frá 1910 eða eitthvað skilur en good times engu að síður sko herri, verðum við ekki að tala ég er búin að horfa rosalega mikið á þetta mót Ég líka maður Þetta er alveg eitt af þessum móti sem ég er bara búin að horfa Ghana, ég held með Ghana og held að það með hann, djúið voru leiðileg en þetta leikur, Panama leikurinn var bara ekki skemmtileg þeir unnurendar og ég sendi mínum mönnum Abdullah og Litmus hverði Sko, ég ætla að byrja það er allir að tjá sig þetta en þú veist, þegar það er lið frá Afríku inn á vellinum og lið frá Suður-Ameríku og það er 19 stiga hiti og skýjað í Toronto og það er að taka vatnspásu þetta er, og mér finnst leikurinn það er alltaf annað liði sem var komið momentum í gang fyrir vatnspásu og hann er farinn eftir vatnspásu þetta er bara, ég meina þú veist, í körfubolta tekur þú oft leikli til þess að brjóta rytman hjá liðinu þetta hefur massív áhrif líka út í fótbolta er svo flæðandi íþrótt þú veist, þetta er einhvern veginn það sem er fegurum í fótboltan er að þetta er ekki alltaf gerast á 0-1 þú veist, þetta er einhvern veginn þú þarft að vera að horfa build-upið og svona og þarna er bara að vera að brjóta rytman í leiknum Sáðu leikin í gærkvöldi Kanada-Katar þegar það voru svona 2 Katarar eftir inn á vellinum sko. hann búið að reyka á Það er þetta góður leikur maður Kanada er geggjaður ég fíla, hvað var ekki Bosnia fyrstu leikunum Kanada sem að enda 1-1 þá var maður bara ok, Kanada er alveg gott lið sko. Er Bosnia góður? Nei, en bara, Kanada var bara að spila og þú sást að það var góð pælingar þeir voru að spila svona norður-amerískan bolta sko. þeir eru með bandarískan þjálfara Jesse Mars sem er svona high intensity sástu þér á brotið á hann hvernig move hann tók Jesse Mars á kantinn hann var sýnt hægt, hann kom það var geggjað sko. En sko málega, mér fannst fyrsta leið Kata voru drullulélegir en þeir voru í geðveitt flottum clean búningum fannst mér, en ég ætla ekki að þeir voru endur 9 á vellinum sko. þeir voru 9 á vellinum 6-0 það var eitthvað fótbortnaði sko. sá það Alfons Ismail fór þetta 5 eða 6-0 6-0 það er bara ekkert sem að fara að gráta hann sagði það hver? Höttu Maxa í beinni, ég er bara alveg við að fara að fella tótt. Já, ég meina, þetta var leikmaður leiksins á móti Bosníu, þetta er ógeðslega spennandi gaur sem er 24, þú veist, löppin á hann var bara svo pilluð rækja. Ég get svo allar út, svona endursýningar á meðslum. Það var engar endursýningar. En bara á allt, og líka þegar fólk snýra sér öklan, það er bara, ég get ekki heldur orð á það sko, þannig að allt svona ég er bara mjög viðkomið fyrir því. Við erum með mosa gen sem bara til að deyfa í kjarkin. Besti leikur hingað til sem það séð. Þessi. Það er þannig. Já. England-Króatía var rosalegur leikur. England-Króatía var geggjaður leikur. Brasilia-Marokko var rosalegur leikur. Það var kannski ekki fram og tilbaka eitthvað, það var bara eitthvað við þú veist, þessi tvö lið að mætast, það var einhver annar 20, Japan og Holland, hann var geggjaður. Mér finnst bara, ég hlakka til að sjá Erling Braut Haaland á þessu móti, sko. Hann er óákallinn, sko. Þú veist, það er bara, menn er að gefa bara einhverjar örugar sendingar til markmanns og allt í er hann búin að taka 20 metra sprett, alveg hérna. Hann er stolt okkar Norrlandamanna, sko. Myndu ekki halda, ef þið myndu ekki vita frá hvað land hann væri, að hann væri Finni, Íslendingur, Rússi, en ef þú lítur út þessu Finni, þá lítur út þessu Letti. Já. Eða ekki, erum við ekki sammála um það? Erum við ekki drullu sammála um það? Jú, það er bara þannig.
Það bara svoleiðis. Nei, ég allavega, þú veist, ég hægt og bítandi að fara að færast yfir í það að halda með Frakklandi einungis að ég verð í París þegar úrslitaleikurinn fer fram. Mjög sjálfhverf svona. En Kári vildi eitthvað meina með bara, pabbi, þegar PSG vann meistaradeildina, það þurfti að rimla fyrir klukka. Þeir bara rústuðu borginni, þeir voru svo kátir. Og líka í New York núna búið að vera bara mayhem. Það ennþá bara þeir eru NBA-meistarar. Ég finnst svo fyndið að rústa einhverju þú vinnur, sko. Mér finnst að ég skil það svo vel. Því reiði og gleði eru svo ógeðslega náskildar tilfinningar einhvern veginn. Þær eru frænkur. Talandi reiði og gleði, þá vil ég tala um Reykjavík Brewing og Reykjavík barinn. Bruggfélag Reykjavík Bruggfélag. RFK segi ekki Reykjavík, en þetta hérna, við erum með Rímlight, við erum með Pilsibjörn Light Bruggað og síðan erum við með Popbjörn og það er frítt pop eins og ég kom að það sísta þetta niður í RFK. Það er alltaf sólafna. Það er bjórbúð sem er svona, þú getur farið, hún er opin svo lengi sem barinn er opin. Það er allt lokað, þá getur þú farið þangað, náðir í bjór. Og það er löglegt. Það er í lögunum. Þetta er ekkit eitthvað þetta er ekki í gegnum einhverja, þú veist, netverslun sem er með skrásett í Ghana einhvern veginn Í Noregi. Þú mætti ekki vera skrásett þar, sko. Já, það er ríkalegt. En þetta er bara góður andi. Og svo er þessi veislusalur sem eru með bara gamli Tónabær, það er ekki gamli Tónabær, þetta er gamli bingosalurinn. Og það sem meira er að hér gat fólk náði í plötun okkar. Já, bæðir bestu. Og hún er farin. 50 eintök fóru á hvað mörgum mínútum? 6 mínútum. 6 mínútum. Gone in 60 seconds. Sko. Gone in 6 seconds. 6 seconds. Svo hættum að Gaur hefði tekið 40. En RFK elska þetta. Já. Ég elska þetta stað. Það er bara hann. Við elskum RFK. Og þeir elska okkur. Hjalti Karlsson átti í sæninu sem er ekki vera. Á Photoshopinu. Á Photoshopinu sig og illustendurinn. Og bara mæti hann að ná okkur bjór, fara á fylleri, fá okkur pop frýtt. Já, það er bara hann. Hvað gerði á 17. júní? Ég fór á fylleri í garðinu. Og það er á sunnudaginn reyndar, en við skulum láta það leggja með til hluta. Það slæðir saman. Klukku með dagatari líka. Já, það eru klukkunni. Sko, ég gerði ekki neitt. Þegar þú veist, ég fór á ég má ekki segja hvað ég gerði, það er bara áhörundu stöðu að sjá það, en okkur var boðið á gala-event þjóðmára líka sem við mættum ekki í, sem var á golfvelli hann rétt fyrir utan því miður. Ég fór á bara old school úti svona stemmingu á Garðatorgi, Gunni og Felix að stýra sjóinu. Allir þessi ár 40 eða eitthvað, ég var að ræða þetta við félagið minn sem var þarna, þú veist, þeir voru í okkar æsku, sko. Já. Þeir eru að ná saman að kynslóðunar. Það er fallegt. Já, talandi að vera svona í gig economyinu. Þetta er bara að vera, ég var að hugsa það og ég fór að hugsa líka þegar þið voru að tala um þetta, svona, hvernig það er að vera Íslands celebrity. Ég var svona 12 ára þegar ég svo Siggu Beintens í Kringlunni. Skeist í því? Að gigga. Fyrir svona 12 manns og þá var hún stærsta stjarna á Íslandi. 96. Já, hún var líka samt bara að dúka, sko, þá. Já, ég meina þetta er bara partur af því að vera í þessu og ekki það, ég meina Gunn og Felix eru náttúrulega með marga svona multi-layered feril, sko. Þegar við erum að byrja þessu þá var þetta svo dark, sko. Þú veist, þá vorum við að hitta eldri skemmtikrafta sem voru eitthvað, já, strákar, svo var ég bara bókaður þennan daginn og ég var ekki alveg í grínstuð, ég tók bara með mig gítar og fekk smá singalong og ég var bara, er ég að fara út í þennan fúla pitt einhvern veginn þú veist, að vera ab í búri einhvern veginn, en þetta hefur svolítið strömlínulagst, skilur, þú ert með skemmtun og þú vilt tónlistaradri, uppistand, söngkonu, DJ. En þetta er líka eitt af því sem hefur bara breyst í aldanna rás, er að fólk er alveg til í að borga fyrir skemmtiatriðin. Veistu hvað ég meina? Þetta var bara áður fyrir, þá var þetta bara einhver nefnd sem sá þetta, þú veist. Veistu hvað er þetta verst í þessu? Þegar þú sér eitthvað event sem þú ölstur á og það stendur bara grill, blöðrur, DJ, uppstandari. Þú veist, það er ekki eins og Dandelux, það er ekki sem dórið hann bara uppstandari, DJ. Það er ekki slæmt, sko. Og ég ætla að segja eitt, að vera bókaður einhverstaðar sem ég hef bara, þú gerir það, þetta er hlut sem þú gerir bara einu sinni. Það er að bóka með uppistand utan dyra sumar. Það er, þú veist, þú ert bókaður á okkur á bæjarhátíð eða eitthvað og þú mætir
það eru bara krakkar við sviðið og sum þeir eru ung og eru bara látið illa og eru bara búin að lemja einhvern í hausin með priki og það er bara eitthvað svona gauður eitthvað, Magnús, viltu koma hingað? Eitthvað svona fyrir fram að svið og þú ert bara eitthvað að reyna iðka listform eða hvað þú vilt kalla sem snýst athygli og samband performers og þeir sem hlustar einhvern veginn og maður setur, þú veist, allir íslenski skemmtikraftar eiga svona ljótan autopilot, það sem slekkur á þínum innri manni og bara flytur efnið einhvern veginn og fer svo út í bíl og andar í poka og hugsa eitthvað gott á leiðinni heim sko. Á ég að vera með söltum vikunar? Ó já, ég var að hugsa að þú ætlar að vera með einhverja Ég er með nýstálega söltur í það Ég er að salta hlut sem engin Bóðið saltverk, besta salt í heimi Bjóst við að væri hægt að salta árið 2026 But I'm going for it Paprikur Já Ok, þetta er mjög kontroversial Ég er mikill paprikumaður sko Ég veit að þú hefur fengið þér hambúrgara eða ekki vafðan í bara skorna í papriku umbúðum Ég hef bóttið prófað það líka Nei, veistu það, paprikur en hérna kemur dæmið sko veistu, ég svona eitthvað svona papriku paste það sem paprikan er mauk soðin einhvern veginn, maukuð brend gerð ógeðslega mjúk þar skal ég byrja að gúttir hana en annars finnst mér þetta bara svona eins og að borða gúrku nema með minna vatni og aðeins rammar að bragði. Þú gerir enga mun á gulum, rauðum eða grænum? Þannig nei. Já, ok. Ég sé, don't see color. En appelsínu gulu? Don't see color. Það eru allar. Þannig að paprikur eru saltaðar. Ég skilði þig. En besta salt í heimi. Ég fíla paprikur. Myndi ég deyja fyrir paprikur? Nei. Myndi ég vera fúll ef ég fengi paprikur? Nei. En ég fór á kínverska stað í Dublin. Fyrsta daginn okkar þegar hún búin í tökum og bara búin að borða eitthvað ógeðslega vont og allir í vonduskapi og Gauri sem var að fixturinn okkar sagði það eru ekki kínverski veitingastæðir það er mikið kínverskum innflytjendum sem koma snemma og ef þið bara sjáið kínverskan veitingastæð sem virðist að vera opinn lengur en í ár farið á hann því að öðru lélegir þið fara á hausinn á 3 vikum og við fórum á einn og ég pantaði mér eitthvað ógeðslega sterkt shit skilurðu og voru eitthvað svona non-spicy paprikur í þessu og ég át ógeðslega mikið, bara svona hálfan disk og þá sem ég komst að því bara þetta er ekki neitt og líka fólk elskar að vera með eitthvað papriku og kotasælu eitthvað staðar að blanda því saman eins og það sé eðlilegt og mér finnst að fólk ekki líti út fyrir að vera healthy, mér finnst að fólk líti út fyrir að vera skrítið en svona fylltar paprikur með ykkur hakki og ykkur rosti þú veist að þú eru búin að setja hakk er ég alveg dán í allt maður skilur, ég skal borða eina Pampers ef hún er fyllt með ykkur Mexiko hakki skilur grillu paprika já sko þegar hún er orðin brend og gerð mjúk og papriku hummus og svona en ég er að tala þetta svona þetta yfirleitis fulla einhvern veginn að borða eina hráa papriku sem alveg molnar uppi, ég nennis ekki og meiri sér þegar þeir setja hana svona út í kínverska matnum þeir setja hana út í pönnuna svolítið svona sent, skilur, hún er ekki orðin mjúk hún er ennþá rosa paprika, skilur þetta gerir ekki til dóru díana, það er bara sér að segja ég er bara fíla þetta í bóði saltverk, flögusalt sem getur mögulega bjarga papriku með ég held að þú getur hæglega bjarga papriku með salt ég fór hérna á talandum á hann ég var að segja ég var með Sólanum og frú Viktoríu á Mickey's Irish Pub og mér langaði eitthvað að borða já, maður búin að vera að sulla og pantaður þjónu sagði, gæti ég fengið eina papriku? Nei, það sem ég gerði ég pantaði sirloin steak eins og alvöru kall ég langaði ekki í eitthvað eins og Herbert segi hveiti sill þannig að ég fór ekki það og steikin leit fáránlega vel út bara ég er ekki að tjókið, bara svona wow bara mynd af steik sem lítur vel út franskar, reyndar eitthvað að skýta eitthvað svona frosi mixed grammeti, glemði því fyrst ekki bitin, þetta var ógeðslegt sko, ég er að tala sko það var lýsisbragð af þessu allan tíman, ég borðaði þetta allt því ég vildi fá the protein, skilur þetta er kannski leiðileg saga því að þetta er bara pönslani, þetta var svo vond sko og bara vond steik með lýsisbragði á írskum pub á Alicante það er bara sagan í ensku landsliðstöðinni ég var þetta bara í that's the message Herðu, ég sá hérna í okkar sameiginlegu grúpu með Teija að þú varst að biðja posa já og þá var einhver hátíð
Það var vínhátíð, það var mjög gaman. Teygja. Sko, ok, ég verði eiginlega að gefa hlustendum þáttarins Mad respect. Med respect. smá gjöf núna, sko. Ok. Ég stóð að í sólinni síðustu viku og það var svo mikið virkni í posanum frá Teygja að ég náði ekki alveg að skýla mig fyrir sólinni eins og menni að gera. Ok, þannig að þetta er ekki hlustendur, áhörendur. Þetta eru áhorfendur, þetta eru þeir sem hafa í sér að horfa á myndbandi. Þeir eru náttúrulega að hlusta á þetta núna og kveikja á myndbandinu. Ég er að fara úr ofan. Ég ætla bara að segja ykkur eitt. Ég lít út, ég hef alltaf lítið út eins og Barbapappi, sem grentist í hann, ég lít út eins og aðeins minni Barbapappi núna, en mér vantar allt definition. En ég skal sýna ykkur, þú veist, ég held að þetta sjáist alveg í þessu hérna, sko. Já. Herru, þetta sést mjög vel. Þetta er rosalegt. Þetta er solid bændabrunga hérna. Og gott Teared up, man. ég veit og solid based hand, sko. Djöldu teared up, man. Ég veit að, hvað segir, teared like a Mexican. Vissar hérna. Já, ég er með tattoo. Þetta er eins og þetta tattoo sem ég fekk mér. Þetta er svona frækt tattoo fyrir, þetta er svona einhver handaband við sná. Þú veist, ég man ekkit af hverju ég fekk mér þetta tattoo. Eða, þú veist, og hvað skilaboð er ég að senda sem er eitthvað, ég hef verið svikinn marg oft. Sko, ef að... Þetta er minningar það. Hversu aumingar eru sviknir? Sko, ef þú ert, Dani, þú ert á Alicante í Sundlaug og þú sérð mann sem er með tattoo á sig, hérna, Bissu og Bjarnabóa og... Og magnaði hérna. Já, Heldur fallegt. já, og hérna... Það er mjög flott. Það er allt mjög flott. Já, þetta er flott. Nýfur... Hverjir hafa gert Nýfur gegnum hauskúpu. Ég er með nokkra, sko. Ég er með... Með burger, herðu. Ég meina, hvað myndir að halda ef þetta væri erlendur, þú veist, Dóri væri bara útlendingur og þú væri með honum í sundi á Spáni? Það sé klárlega að þetta er cool, skilur. Ég er með Ben Andra, ég er með Sölva, ég er með Hauk Færsef, ég er með ykkur, ég hef tekið, þetta var út eins og gaur sem gerði þetta og þetta, þú veist. En er þetta krimmalúk? Já, að vera með tattoo og ekkert bodily definition. Já, líka bara með Bissu og... Ég myndi segja þetta var educated tök. Sko, ég var til dæmis, við vorum, veistu, þetta sást á Instagram, hann að ég má alveg segja frá þessu, veistu, við vorum að teima ykkur á alpakas írsku hálöndin, sko, og veistu, ég var í svörtum stöpusum og svörtum hlýraból og þú veist, mér leið, sko, þess að ég væri, þú veist, ekki bófi, en alveg bara svona Ef við sé tíman að tvenna alvöru lagergómur frá Kork, sko. En Teygja, maður, þú veist, voru þeir að standa sig þarna? Teygja stóðu Þau, sig. fyrir ekki, ég segi þeir, fyrirgefi þau. Teygja er svona fyrirtæki að ég hringdi þau og ég sagði þar hjálp og þetta var svona Mission Impossible dæmi. Það var gaur komin úr loftinu bara með posan, kendi mér á hann, stilt hann, allt er gott. Og þetta jók ykkar innkomi á að vera með þessa þjónustu þegar fólk að nota posan? Fólk að nota posan, mikil ánægð með posan, maður sá að græni liturinn í sólinni var að gleðja gesti og gangandi. Fólk segði Teygja, það er ekki að segja, maður. Það var það sem gestinni voru að segja. Það var tróðfullt þarna. Það var pakkað. Og ég sá bara, ég var úti, ég var að skoða þetta, þú veist, og þetta var bara, virtist vera svona... Þetta var algjört celebration. Þetta var útlenskt. Og þarna var bara, það er svo fyndið samt, maður fer á svona vínhátíðir, ég farið ofta á þær, það er hrákadallur hjá hverjum einasta, stundum færið bara glas, þú veist, þú varst að spýti og svo tæmur það í svona stóru hrákadall í miðunni, en yfirleitt er hrákadallur með svona handfangi, þannig að eins fínt og kúlti verið þetta er, þá ert alltaf, þú veist, það er alltaf eitthvað fyrir framæði, bara að rækja. Þetta er bara hag 2. En hér á íslensku línunni var þetta lið, það var ekki mikið rækt þarna, það var kingin ekki rækja. Það var ekki að láta að fara til spillis. Nei, og það var þetta held ég alveg að setja sem í hjólburur hann á leiðin út, sko. Dóri, ég ætla að koma með bara svona aftur í tíman með Teygja. Okay. Að ég er að sjá, þetta er fallegt. Þú veist, það er búin að skapa, þú og fleiri, þú er alltaf vast, þú veist, Ground Zero. Já. Þú varst á Ground Zero á Náttúruvinni. Náttúruvinni, já. Og ég man, Dóri, þú ert svona gaur, þetta er bara rós líka, sko. Ég man alltaf þú varst að byrja að rappa og við vorum eitthvað að kúka saman og þú varst ekki alveg komið með þetta. Ég man tímpundið, þú fórst bara og lokkaði fucking inn og varst bara orðinn ógeðslega góður. Ég hef aldrei séð rappara fara frá því að vera góð, ég er ekki að segja að það er lélugur. Það er sant. En þú varst bara góður á svona 1 mánuði, manstu þetta þessu? Já. Þú lokkaði þér inn og það segja mér Náttúruvinni líka. Leið mér að rósa þér maður. Takk maður, ég er að þú varst mættur og þú varst svona að stíga þig fyrst að skref í þessu. Þú veist, sem og líka, þú veist, annarkort gerir þetta eða gerir þetta ekki. Ég er aldrei ef þið mig 5 tíma á dag
í 5 ár, ég var að byrja að DJ-a. Í dag er ég ekkert að æfa mig, ég æfum bara tekur Celine Dion og máli döð. Já, akkurat. En þú varst að byrja þinn fyrst skrif með náttúru, þú varst ekki alveg öruggum með þetta. Þú varst með svinduna, leðusvinduna, það var einhver náttúruvíns event á kynning á Granda Matöll. Te og kaffi. Já. Og ég henda Ágúst Bent við okkar undir rútuna sko. En þú kemur hann og ert eitthvað og segir eitthvað, þetta sko og ert geta vondaði sko, og svo, já, þetta er eitthvað, ég man eitthvað að sagja, var eitthvað saga um eitthvað eldfjall, eitthvað ösku, eitthvað dót, og þú ferð, og varst búin að lappa svona tvöskrif, gefum Bent svona, Bent-esk stæl, gamli Bent sko, Vá, þetta var áhugavert, þetta var akkurat það sem ég þurfti að heyra. Og þú hann er svo leðilegur, hvernig nennum við að hanga með honum? Og hann er frábær í dag, nei, hann er alltaf frábær. Nei, þetta er það sem er best við það. Og mjög, já, bara Bent-ismi er það besti ismin, sko. Ég veit að það er frábær ismi. Og þú kemur svona, ég er að lappa út með honum, hvað var Bent að shitta mig? En já, það er bara, ég segja, flott, þetta er orðið eitthvað svona Ég get líka sagt, þú veist að í þessu öllu hefur það gerst að ég er orðin ógeðslega góður í að lesa vínlista. Og það er alveg svona, þú veist, ég hef alveg Hver er galdurinn? Þú veist, þú þarft bara að, þú veist, þú bara byrjar á því að vera bara að hugsa bara, heyrðu, þetta er víni gott, úr hvaða þrú er það gert, hvar í heiminum, hvaða, og þú veist, og svo bara ef þú ert með raunverulegan áhuga, þá byrjar að læra, þú veist, þessi vín koma þaðan, þrúan smakkast svona ef hún er gerð þarna, en svona ef hún er gerð hérna, þú veist, kuldi skipti máli, þú veist, veðurfar skipti máli, þú veist, þess að skipta árgangar máli. Og líka í vondum árgang þá, þú veist, kannski fóðu lítið að berjum en þá vanda þessi alveg, gísla mikið hann á okkur góður því, þannig að þeir þurfi ekki að vera hræðilegir en svo allt í einu bara, þú veist, bara byggir hona á þess að þekkingu og allt í einu, þú veist, þá ertu orðin gaurinn sem fer út að borða með fólki og þér er rétt við vínlistin og þú ert bara, let's fucking go ég dyrka. Ég hef alveg oft, kannski 40-50 sinum, nei, kannski svona 2-3 hef verið á okkur nýjum stað sem ég er eitthvað búið eitthvað á Dóri bara, sendum við vínlistan ég vínlistan, tek mynd bara, já, er það að grínast Ég hef gert, og bara fólk hefur sendað mig bara, herru, hvað ég velja þetta og þú veist bara svona að og ég hef líka sendt bara, ég myndi bara frá mig bjór núna sko. Talandi það, ég ætla að smakka hennan bjór hérna, pop kortlager Dóri, tökum live hérna live, ASMR inn í föstudaginn maður Herru, við erum létt leikandi á föstudaginn heldur betur Vá, það er mikið kort hérna, mikið kort góður það er svona þróttara bjór svona Gary allra við erum ég og Dan erum on the ram hálfur hérna búin að drekka einhver þarf að keyra það er rétt, keyra okkur í ríki svo við getum farið í keypt fyrir ykkur á 14 ára gauðra við erum bara beint að RFK eigum við ekki að fara niður í kringlu núna hanga fyrir utan og býðist þér ykkur beða okkur að fara í ríki fyrir sig já, eða byggja einhver aðra það sko, ef að byggja einhver börn ef að byggja þau bara, krakkar, ef að kaupa vín fyrir ykkur eigum að hafa leik af einhver ungur öngari sem er að hlusta okkur í BFF við förum í ríki fyrir hann já, það væri geðveikt Kjörin bæjarfulltrúi fór í ríki fyrir 13 ára gaur keypti eina ágæði Faldi, nú er einhver enemy pólitískur anstæðinguðinn sem er núna bara að senda að glósa já, nú byrja það ég er alltaf að bíða eftir að ég og Danni lendum í einhverju pólitísku crossfire verðum eitthvað teknir að lífi fyrir að þekja þið þetta bæjarmálum já, það verði eitthvað bara svona bílastæðamál sé að keyrum koll eitthvað í Garðabænum og svo er eitthvað ljót mynda mér á devaf eitthvað sem ég er orðið einhver handbendið þinn sko Talandi um handbendi þá er handbendi hérna Broncosins handbendi Broncos það er Lava Karendal besta bíllega langbesta bíllegan eina bíllegan sem byrður upp á Bronco þeir þóra ekki að matcha þetta þeir þóra ekki að matcha þetta ok, hvað er heitt með Lava Karendal núna? Hvað er heitt? Ságar nú erum við ekki alveg búin að ákveða þetta nei, ég er að hugsa, það er margt sem er heitt off the top of the D-Sag ferðast innanlands KJ, ferðast innanlands, það er ískallt kjari þú veist, ok ef þú ert á Bronco og ert með einhverja ef þú ert á Lava Karendal með tjald á topnum, já með einhverja, veistu hvað, ég get ekki að það gert ég
dýrka þegar einhver túristar byrja að hjóla í Ísland á TikTok it's a piece of shit country, it's expensive, these people will sell you a hot dog for $11. Þeir eru með alltaf búin að það satt bara að kosta það í Bandaríkjunum líka þannig að Eftir að segja mér að við sem að fara í hópferð með fólki til land sem er að selja pulsur og 14 ég sá eitthvað vídeo daginn á Instagram þar sem einhver var að taka svona drull og svo fer maður í kommentin og þar voru Íslendingar mættir að verja þú ert eitthvað rétt stað það er mitt content það er þitt content okay. Ég vil tala heitt förum aftur í heitt, sorry athyglisbrestur er so hot right now ég er með svo mikið athyglisbrest að fer ringin ég er bara laser focused það er bara þannig en að vera að ferðast til Keflavík að fara í Reykjanesbæ ég er tilbúin að góða ég er sökkar fyrir Reykjanesbæ ég er djúpur í Keflavík og Reykjanesbæ það er bara þannig og bara innri Njarðvík það er að ferðast innanlands málega en allir Reykjavíkingar er Keflavík skýta place eru allir Reykjavíkingur þannig? Margir segja kemur, hefur farið til Keflavíkur? Nei, reyndar ekki frábær staður þannig ég ætla að gera shout-out í Reykjanesbæ hvað er ykkar svona go-to í Keflavík? Það er náttúrulega Versace spæðið maður. Já, Versace spæðið er feitt. Hotel Keilir. Ég er svona, þú veist, ég er svo mikið good old boy, ég myndi dett inn á æfingu hjá Hnefalegafélaginu. Sér að hæfið með Homestar. Hvernig er Hnefalegafélagið í það er náttúrulega djúp saga af Hnefalegum í Reykjavík og það er náttúrulega Gaui og allir þessi gömlu spaðar sem voru með það sko og þau voru með sérstakann byggar sem þeir gáfu þarna og sérstakt mót og þú veist, og gamla locationið var ótrúlegt en það er bara geggjað, þú veist, ég hef æftar og bara geði ekki þjálfarar og stemning. Minn maður, herra Keflavík, Andri að kenna ungliðinu sko. Já, ég stunda það sem bad með föður mínum að fara á leiki með Keflavík, þannig að ég hef djúpa tengar. Eitt sem er heitt, sem Dóri getur frætt okkur meirum, sem ég horfi bara á í sjónvarpinu. Icebox, það var drullu heitt. Ég fór með börnunum mínum í þetta skipti, sátu fremst, þeir voru mjög spennt. Icebox var ógeðslega vel heppnað. Það var í Ólafssal í fyrsta skipti. Ólafssal í Haugum, hjá Haugum á Ásvöllum og pakkað og þú veist, kallinn er alltaf, þú veist, lítill luxuskissi, hann er alltaf með eitthvað VIP miða, hann að þið hleypaðir inn í eitthvað herbyggja sem þú og svona 40, þar sem ég stend með börnum mín og svona 40 gaurar með tattoo á hálsunum að borða pinnamatt, skilur, en ég fucking love it, sko. En þetta voru bara dúndurbardagar og svona, nú byrjaði að gerast að menn eru búin að berja svo oft í Icebox að það er komið smá fanbase á þá, skilur, þú veist, þú veist svolítið hvað þessi getur og hvernig hann ætlar að gera og þegar hann byrjar að gera það, ertu bara, þannig að það er mjög gaman. Og þessi tenging við rappið. Það er mjög, rapparar að fylgja fólki inn að það, Steind og Uddi voru núna. Byrjaði rapping í Keflavík á Íslandi? Er það? Nei, ég veit ekki. Ég held að það byrjaði Breiðholtinu, ég held að Acid Juice sé elsta rappið sem þú veist. Ekki svolítið. Ok, við hoppum allt í henni í... Sjáru, athyglisbrestur bara. Úr Icebox. Icebox yfir í bara, byrjaði rappið í Breiðholtinu? What? Það er ekki hérna. Nei, og það er líka, það eru nokkrar vennmyndir þarna, ef við tölum svo fullar nokkrar hópar sem er að skarast þarna og ég myndi segja að sé svona fræða fólk og áhrifavaldar áhuga mennum hnefaleika sjómlur og sjómlettar versus bara good old léttir undirheimar, skilur það sá kokteil er príma, það er bara sami kokteil og í Las Vegas á bóksinu og það er gaman að vera þarna þegar Bubbi er fremst bara öskra herra en allir þjálfara stunga bara hreyfðu þig ég öskra líka sko Öskrar líka? Já, ég er ofta alveg bara vinstri krókurinn er hana! Getum við tekið hópferð næst? Það er eitt sem ég öskra alltaf. Já, endilega. Við erum tilbúin að fara í BEF og ég ekki tala við Davíð út af okkur afslag, BEF kóða á þetta allt, sko. Það er eitt sem ég öskra alltaf. Því, þú veist, þegar menn vera þreyttir og þeir eru kannski að vinna bara það. Þreyttir í þriðjulöndu og þeir hugsa, ok, fuck it, ég er búin að vinna það, ég þarf bara að passa með það. Þú veist, ég er alltaf að minna á bara, boxa, það þarf ekki að kýla fast, þetta er bara, þú veist, kýla, þú veist, hreyfa sig, bara ekki, bara skiptum angulbúm, þú veist, ef þú hættir því ekki, þá vinnur, skilur, það er einmitt, þeir náðir þarna, þannig að oft er ég, og það er bara boxara sem fattar þetta, skilur, ofta er kallað bara, boxaðu, ekki hætta að boxa, og þeir sem veit ekki neitt, eru bara, hvað það tala, boxa maður, en það er bara, þú veist, að boxa, að standa svona er ekki að boxa, þú ert aktíft að boxa og þú veist og gera svona hluti og þú veist og stundum þarf að minna á það, skilur, það mennur þreyttir og þeir pikka upp á því, sko, ég vil meina ég allavega
3 róttökana sko. Þannig að það er frá þér heitt að ferðast innanlands Og Icebox. og heitt hjá mér að fara til Keflavíkur og Reykjanesbæ og þetta er svona Reykjanesbæ, Ytri og Innri Njarðvík og Keflavík og heitt hjá þér er að boxa. Nei, ég skal segja hvað heitt hjá mér. Hvað? Beep game. Paprikur. Panna. Panna? Ok. Kjúklingalæri, Ok. dögt kjöt. Dis, bara salt og pipar. Læra kjötið. Læra kjötið, úrbeinaða, ekkert flókið, ding, taka það á pönnunni, skilja eftir drulluna sem henda smá beikoni, niðurskotnu, 2 sögsuðum púrulögum, stórum djöflum. Búm, þegar það eru mjúkt, beikonið komið lit og búið að gefa sér fitu, kjúklingin aftur út í, 1 dolla sýrður rjómi, 1 stór matskeið af Dijon, hræra þetta dót saman, hella í mót, það er hægt að kaupa rúllað smjördeg yfir, inn í ofni 20 mínútur, chicken leek pie, that's all she wrote, sko. Damn. Ég ætla að gera það. Þetta er illa gott, sko. Ég ætla að Við gera það. setjum uppskriftina á Á uppskriftar vefin okkar. Herri, við erum konir í klulla. Höldum áfram. Keep it going. Keep it going. Keep the engine running. Við þurfum að kíkja hans á bílvíkunar. Bíll vikunar, ok, hvað er ég að gera? Wow. Ok, hann er ódýr í ár. VW Já, og hann er einmitt búið með hennan, það er búið að príman með 4 km akstri. Touareg Airline plug-in hybrid. Bensín, rafmagn, 5 dyra, 5 manna, Það er allt í þessum. 17 miljónir. 16 örgulega ykkur afslutur eða þú ert Já, BF-kóðin ætti að veita alveg allavega 6-7 miljón afslut. Haldi, það er eitthvað gæja núti eða gela, eða öngetta sem að veit ekkert okkur en það er eitthvað gæja, segðu sér bara BF Já. og farið miljón af sko. Segðu við nójuna. Herru, ég var að segja að lakki á þessum bíl, sprautan æri mig. Þetta er svart matt. Vandamál með matt Þetta er svona Batman bíl dæmi, sko. bara smá tip getur ekki farið með henni svona sjálfvirka þvottastöð ef hann er mattur og verður alltaf Nostra við hann. nostra við hann. Já, Það er líka bara hvað heldur til þú sett ekki þess að með mann í þessu eða út með þetta? Ef þú ert á möttum bíl, þá er það bara þannig. Bara vala matt. Þetta er vala matt, sko. Þetta er svona, þú veist, ef þú ert ríkur en vilt ekki að fólk sjáu Já. Þetta, veistu hvað, þetta eru svarta felgur og dökka Það er rúður. gæjalegt, en þetta er rétt og þannig. Þetta er ógeðslega flottu bíl. Mér finnst það meira vera ef þú ert ríkur og vilt láta fólk halda að þú sért gaur sem vill ekki að fólk halda hans í ríkur. Já. Þá ert það hann í bíl. En þú fyrst og fremst ert að lýsa það yfir hvað þú ert ríkur, sko. og fyrsta línan á það stendur mattur, ég sé svo ég síndist að sjá mættur Mættur á bílasölu Reykjavíkur. Nei, ég myndi segja að þessi bíl gæti verið farin núna, sko. Seljendur sko að skipta ódýrari. Þannig að mætir hann með gamla möstu og hver veit. Hvað er markasteldi búin að gefa margar bíjarhúr? 5-6 sko. Já, þetta er farið að vera svo fokk ofbeldi hún. Þetta Líka sko Danny í Gano treinu með þessa húu, sorglirun. DJ Daniel Deluxe mætt á staðinn. 7 bóka sig Já, ég er búin að 7 bóka sig. Veist hvað, ég elskar að tala um gig economy þegar fólk segir, það er að lausbóka þetta ég er að pæla að ringja Lausbók, hvað er það? það er svona merkt við þú veist, þeir eru ekki með að ákveða að fá þig þau eru svona, þú fengið lausbóka þetta hefur aldrei fengið þetta Jú. Já, þú veist, Og en hvað gerist þá? þá bara svona Það þýðir ekki neitt, það þýðir að þú mun aldrei heyra frá þessu fólki aftur. ég er að pæla bara að ringja núna í Pál Óskar, Björk Guðmunds Raka Kjartans og bara Berg Ebba og segja bara, heyri lausbóka hérna þessar dagsningar Amalið mitt. já, sem heyrist þið bara Ég er ekki sem að gera þetta líka. en þetta er bíl og hérna Þetta er bíl, þetta er svipa, eins og maður segir. og já, Þessa whip. en þessi bíl farið upp á bílasölu Reykjavíkur talið við Nójuna farið á br.is eða bílasölu Reykjavíkur, er það br.is? Það er nójan.is. Nójan.is, Nójuna Sko, ég ætla að fá að rósa markasteild betur en flestir. Já. Markastofunni. Markastofunni. Og hún er að vinna kostar. Instagrami er náttúrulega mjög gott og lifandi Instagram. Mikið af skemmtilegu dóti sem kemur þar inn. Það sem gleður mig held ég mest er þegar það er einhverjur úr BF-hæfinu að fá sér angaran á túgæs. Já. Það er bara og það sem fyndið líka þegar að fólk er svona hann er í actually ógeðslega góður Maður sagði, hvað heitir við sem eitthvað playing games hérna? paprikuborgar hérna Þetta er mættið með einhverjum papriku. Þú reyndir að skemma hana borgara með sjálfselskunni þér.
með narsisismónum. En hvað er að frétta Hjalta? Sko, Hjalti er náttúrulega verið hérna á Þingullum með Teija bossan sinn og hann, við erum að vinna að afslætti, kóða þar. Kóða. Erum við að smíða hann? Við erum að smíða kóða, það er bara... Hvað er kóðarar í verkefni? Það er bara tölvunarfræðingar að búa til kóða. Já. Og við kynnum kóðan í næstu viku. Baldi að fara í extensive tölvunarfræðinám. Til að búa til kóða fyrir einhverja seli eins og okkur. Já, Baldi. Danni er í myndsýmtali að beða tala um í þessum fötum. Góða. Já, bara þessi matagdans, hann náttúrulega er, veist, ég sé líka, ég kík alltaf á þetta og svona comments og það kemur alltaf eitthvað svona öng, hei, verður þú að sannum? Og hann segir, Hjalti alltaf, það sem bílinn er, þar er ég. Já. Líka bara hitta hann, þú veist, þess að bara, ég myndi að þú veist. Hjalti er að make Tommy Tomaborgar have a run for his money, sem það segir, sko. Þetta er bara, líka bara, þú veist, ég var, sko, menn eru svona að segja, sko, að hann er svo secret menu, þessi stóri öng. Starfsfólki veit ekki á hann. Að fólk er bara eitthvað, nei, það er hérna big öng, sko. Það er bara, þú þarft að kíkja og tegja kerfið, sko, bara vera bara, hann er hann. Já. Bara, okay. Já, alvöru secret. Samt er hann að seljast vel. Elite, VIPs. En það er ekki hægt að sjá, ég er búin að biðja niðurbrot í kerfinu á hverju taka hann í kálinu, sko. Já. Það er ekki hægt að sjá það. Nei, ég segði hvað myndi sjá það á Instagram, því að fólk hefur enginn borðað hambúrgara með káli utanum á þess að þurfa að sína öllum heiminu það þegar hann gera. Lík lís fara og panta ykkur og taka myndir af því. Ok, this is us, er það ekki? Jú. Ok, takk fyrir okkur. Það er líka vona á hvernig við ætlum að gera sumardagskrona, því að ég er að fara í sumarfrí á fimmtudaginn. Hvernig ferð þú í sumarfrí? Með því að fara borð í flugvél og fljúga frá landinu og hugsa ekki það sem gerist í símanum mínum í 3 vikur. Ok, en kaupið það. Ekki? Það eru te og kaffi, mósikín, hambúrgarar, franskar, úr, salt, greiðslulausnir, bílar, bitch, við erum með þetta allt. Lavakar. Teija, klukkan, saltverk. Hvað erum við með? Þið að fá heila blóðfall. Hérna. Áfram Ghana, Reykjavík RFK. Brewing. Te og kaffi, fucking vel og samsteipan, gerum við allt, skilur. Og bara kasi og líka bara ekki fara út í sumari og halda að við sofið yfir hálf sjö að kvöldu til. Það myndi ekki gerast. Ég myndi að ég vaknaði hann og verið bara eitthvað, þú er komið í síman, sko. Og við erum með G-sjokkara. Þú er bara, og ég er bara að fara áfram að sofa, sko. Já. Í 1,5 mínútu. Það er að vera með sjokkaran. Herru, takk fyrir okkur. Við heyrumst.